Skiptir íslenska máli. Fá þér síma sem skilur þig. Samsung. Komið sæl og velkomin í Spursmál, föstudaginn 24. janúar. Þetta upphaf þorrans, bóndadagur og margir sem að búa sig undir það að halda á þorrablót. Ég ætla meðal annars að kíkja á mitt fólk í Stjörnunni í kvöld. Það verður mikið dýrðir og mér sagt að það verði einnig í Kópavogi og reynda vítt og breitt landið. En það hefur verið mikið að vera síðustu vikuna. Ég var út í Washington DC á mánudaginn þegar að Donald Trump var svarinn inn í embætti forseta Bandaríkjanna. Við ætlum að ræða það mál hér á eftir í fréttum vikunar enda ljóst að heimurinn skelfur. Hann að hafa gríðarleg áhrif víða, nú síðast í gær á viðskiptaráðstefnunni í Davos, þar sem hann opinberlega teiknaði myndina yfir það hvernig hann ætlaði að knésetja Pútín í málefnum Úkraínu. Það er vonandi að honum verði kápan úr því klæðinu, rétt eins og í málefnum Miðausturlanda, þar sem friður komin á í Gaza, að minnsta kosti sinn. En hérna að heiman auðvitað líka margt að frétta. Hér í Morgunblaðinu morgun kennir ýmissa grasa hvetur fólk til að lesa blaðið vandlega eins og aðra daga. Stór frétta á forsíðu þar sem að ljós varpað á ruglið hjá Reykjavíkurborg, þar sem foreldrar 60 barna í leikskóla í Grafarvogi hafa kallað eftir því að leikskólastjórinn sé látið fara. Það virðist vera svo starfsfólkið hafi verið á sömu skoðun en það flest hvert bara einfaldlega hætt eða komið í veikindaleyfi en borgin bregst að sjálfsögðu ekki við. Svona virðist kerfið vera að fara að snúast sjálf sig, frekar heldur en fólki sem það á að sinna. Önnur frétt af síðu 2 segi ég, þar segir frá því að borgin hafi yfirboðið einkafyrirtæki. Forstjóri sem ekki vill láta nafnsins getið segir frá því hvernig maður sem hafði farið í framhaldsnám erlendis snýr ekki til starfa á einkamarkaði vegna þess að borgin bauð betur og auðvitað líka það að fólk þurfti ekki að vinna lengur til hádegis þar á bæ. Það er fólki sem hefur nógan tíma til að horfa og hlusta á Spursmál eftir hádegi á föstudögum. Við ætlum hérna á eftir líka ræða auðvitað mál málana. Handboltan. Ísland mætir Króatíu í stórleik í kvöld og við gerum sjálfsögðu fastlega ráð fyrir því að Ísland vinni þann leik. En þeir koma hingað til mín, þeir Hermann Nökkvi Gunnarsson, blaðamaður á Morgunblaðinu til að ræða það mál, ásamt Bjarna Helgasyni sem margreyndur íþróttafréttamaður hjá okkur sömuleiðis. Þeir ætla að ræða handboltan. Innsetningu Trumps og kannski málefni Flokks fólksins sem hafa verið fyrirferðarmikil í vikunni. Í lok þáttar kemur svo Hörður Arnarsson, forstjóri Landsvirkjunar, þess öfluga og hreint ótrúlega fyrirtækis. Við ætlum að ræða stöðun á raforkumarkaði og kannski ekki síst málið varðar Hvammsvirkjun, 95 megawatta virkjun sem að við virðust ekki geta komið af teikniborðinu af lagateknilegum ástæðum. Fylgist vel með. Herragarðurinn. Klæðir þig vel. Bylting í fasteignaviðskiptum. Kaupstaður fasteignasala. Samspil úrvalsþjónustu og sjálfvirkni. Kaupstaður.is. Við höfum ekki hannað rafbúnað í eldflaug, en við getum það. Lota. Já, komið sæl að nýju. Á bóndadegi kalla ég hér til mín tvo unga og glæsilega blaðamenn Morgunblaðsins, Bjarna Helgason og Hermann Nökkvi Gunnarsson. Við ætlum að ræða það sem að hæst ber auðvitað í íþróttunum. Bjarni Helgason okkar sérfræðingur í þeim efnum, en Hermann Nökkvi í bandarísku stjórnmálum svo áhorfendur Spursmála þekkja mjög vel. Það veitir enda þannig til að hann var staddur út í Washington DC eins og ég á mánudaginn þegar að Trump tók við. Hermann. Já, passar. Það var, maður flög út á sunnudeginu, það var skammuð fyrirvari. Maður pantaði miðan á laugardegi, maður gat ekki sleppt þessu eftir að vera þarna yfir kosningabaráttuna, sko. Og þetta var merkileg upplifun, það var auðvitað allt innandyra, þannig að maður fekk ekki að vera úti þarna og sjá þetta allt gerast. Maður mætti þarna, það voru allir barir í DC, voru fullir af fólki með rauða derhúfur og maður endaði á þannig bar og fylgdist með athöfninni. Kannski það sem maður tók eftir var náttúrulega bara eitthvað mesta öryggisgæsla sem maður har orðið vitni að. Það eru hermenn á öllum hornum,
snjóruðningstæki sem að loka af alla vegi en það var gífurlegt líf í borgin á sama tíma. Meir og minna allir með rauðar húfur. Þetta var dálítið eins og maður væri að koma á landsleik þar sem væri bara eitt landslið. Nákvæmlega, þetta er svolítið eins og íþróttalið, sko, fólk er með trefla og hatta og alls konar, sko. Eru þekkt úr sögunni að það sé svona mikið svona varning eins og þarna? Þetta er kannski aðeins óhefbundara en jú, ég meina kosningabaráttur til að sækja ótrúlega mikið pening í Bandaríkjunum til varnings bara með derhúm og svona, en þú sér kannski aðeins öðruvísi, fólk er að lifa sig aðeins meir inn í þetta og ég meina kannski gott dæmi hvað fólk gengur langt í þessu auðvitað eftir að Trump var skotinn á sínum tíma þá var fólk komið með plástra á eyrað. Þetta er auðvitað mjög óhefbundið að því leytinu til og kannski, ég meina þú sér það, ég meina menn sá gífurlegt tækifæri til að græða þannig í DC, það var fólk á hverju horni að selja derhúfur og svona. Þannig að þetta er kannski meira en venjulega en þetta er svo sem ekkert nýtt í bandarískum stjórnmálum að fólk gangi í varning eftir Obama eða Clinton, sko. Ég á heima matardisk með mynd af John F. Kennedy og öllum fyrri forsetunum. Notaði þetta á laugardagsmorgnum þegar ég baka skonsur fyrir syni mína. Og þá getur maður svona rifjað upp alla þessa helstu úr þessari löngu sögu. Já, nákvæmlega. Trump er 47. og 45. forseti Bandaríkjanna. Bjarni, þú hefur væntanlega fylgst með þessu úr fjarlægð eins og aðrir? Já, bara hérna á vaktinni. Já, þetta var þetta ekki að svona yfir daginn? Jú, þegar leið á daginn hérna heima. Maður svona rölti skilur inn á háborð og ætlaði að spjalla með einhvern, þá svona sá maður bara einhverju skrúðgöngusemmi og eins og Hermann kom inn á þetta náttúrulega, þú veist, ég hef ekki fylgst djúpt með þessu eins og þið tveir, en þegar maður horfir á þetta er bara eins og einmitt bara landsleikur í fótbolta, úrslitaleikur á HM eitthvað, þetta var svona miklu stærri en maður bjóst við. Það sem var kannski óhefbundi fyrir utan það að þetta væri innandyra, sem eru ekki gert síðan að Reagan var svarinn inn í embættið annað sinn, 85 ef maður rétt. Var það náttúrulega leið og hann klárar þarna ræðuna sína, innsetningar ávarpið, þá fer hann á einhvern völl þarna, eru búið að fylla þarna einhvern íþróttavöll Capital One Arena, 20.000 áhorfendur, þar mætir hann og hann byrjar að skrifa undir forsetatilskipanir. Það er það fyrsta sem hann gerir og byrjar að kasta pennum þarna í áhorfendunar, en hann skrifar undir á fyrsta sólarhringnum sko undir óheyrilegt magn á forsetatilskipunum. Og það eru mikla breytingar, menn finna breytingar í Bandaríkjunum á grunni þessara tilskipana. Já, ég menna þú sér það bara strax, bara á fyrsta degi voru 1500 hermenn sendir niður á landamærunum til þess að herða landamæraeftirlitið. Við sjáum það hvað var að segja svona innflyndalögreglan sem sér hérna ólöglega innflyndur, hún er farin af stað og búin að handtaka hátt í 600 glæpamenn sem eru í landinu og hafa brotið af sér þar. Við sjáum það að hann er að skrifa undir tilskipanir sem eiga að auka orkuöflun, skrifar undir aðra tilskipanir eins og draga Bandaríkin úr Parísarsamkomulaginu. Og alþjóða heilbrigðismálastofnuninni. Já, nákvæmlega, og sem er kannski aðeins umdeildara heldur en þetta með Parísarsamkomulagið í Bandaríkjunum. En það var áhugavert, maður skoðar New York Times gerði könnun degi áður en hann tók við embættinu. Það sem var spurt út í alls konar stefnumál hjá Trump, hvort sem að það kom að málefnum transfólks eða kom að ákveðnum umhverfismálum, utanríkismálum, sérstaklega innflytjendamálum, tóku eftir að stuðningur við mörga stefnumálum er gífurlega mikill. Til dæmis eins og núna eru þeir að byrja í innflytjendamálum að taka á þeim sem eru ólöglega í landinu og hafa brotið aukalega af sér umfram það að koma ólöglega til landsins. 80% Bandaríkjamanna styðja það að senda á landi. Þannig að þetta er í raun ekkert umdeilt í Bandaríkjunum að ráðast í þær aðgerðir. En það var umdeilt atvik þarna í Capital One Arena þar sem að Elon Musk, ríkasti maður í heimi, metan á 60.000 milljarða, hvorki meira minna, fer að baða út höndunum og að þér virðist gefa svo kallega nasistakveðju. Bjarni, þú hefur séð þetta atvik, er hann að því? Nei, ég held að sé nú ekki það, hann er ruglaður en ég held að hann sé ekki það ruglaður sko. Ég held þetta ekki svona ruglaður. Hann er ekki svona ruglaður. Ég hef gaman að hann atvikinu með Gianni Infantino, sem forseti FIFA. Hann var mættur þarna og fór að hlæja þegar Trump var að tala sko, hann ætlaði að gera landamæri í Mexíkó og landamæri Bandaríkjanna. Þannig að það svona vakti athygli í íþróttaheiminum að þeir náttúrulega Bandaríkin, Mexíkó og Kanada eru að fara að halda HM 2026. Í fótboltanum? Í fótboltanum og það verður stærsta heimsmeistaramót frá upphafi, náttúrulega bara fjölgun liða og búist við alveg bara milljónum manna sem munu mæta. Bandaríkin heldur náttúrulega síðast heimsmeistaramót var í 1994. Eftirminnilegt, maður að safna kókglösunum. Já, þannig að þú veist, þeir gerir þetta allt svona ekstra. Þannig að Infantino var ekki að mæta hann. Þetta er tvö ríki sem hann er í bara beinum átöku við. Já, þannig að þú veist, en það er náttúrulega með þessi mót líka, þetta er alltaf svona ákveðið með bara 10 ára fyrirvara. Þú veist, þú sækir bara og
ég man ekki hver, ég held að Obama hafi verið forseti þegar það var sem samþykkt að þessar 3 þjóðir myndu halda móti saman. Þannig að Trump þarf allavega eitthvað að vinna með Mexíkóunum, svona, myndi maður halda allavega fyrir þetta heimsmeistaramót sem alltaf halda á næsta ári. Nei, maður verður bara búin að innlima þetta og þetta verður þá haldið í einu landi. Já, verður bara ein álfa. Já. Þetta með Elon Musk, ég held að ef fólk horfir á myndbandi í heild sinni og sér að það náttúrulega maðurinn er hræðilegur í líkamlegri tjáningu. Hann með hendurnar út allt. Okkur. Og hann segir stórundarlega hluti og hreyfir sig asnalega þarna og engi má því að þetta er verulega óheppilegt þarna þegar hann tekur utan hjarta á sér og setur hendina svona út. Hann kemur upp á sviðið að þér virðist bara í miklu ójafnvægi. Hann lemur þetta í borðið. Er hann ekki búinn að vera bara í geðrofi í svona 2 ár, 3 ár, síðan hann keypti Twitter? En mér finnst þetta að varðandi þetta, að sjá sko hvernig fólk hefur verið að bendla honum við nasisma í þessu tilfelli. Mér finnst að fólk, ég held að það viti betur, þegar meira þess að ára hann lætur þetta flakka. Elon Musk tók þátt í panelum á síðasta ári, þar sem hann talaði gegn gyðingahatri og gagnrýndi það verulega út af þeirri þróun sem við séð á Vesturlöndum sem það að gyðingahatur er búið að fá að grassera hérna. Hann heimsótti Auschwitz á minningarathöfn í fyrra, hann fór í sérstaka ferð til Ísraels. Við sjáum það að hann eitt helsti málsvari tjáningarfrelsis í heiminum. Nasisminn gengur út á allt annað þegar sem ekki. Og síðan líka bara með þessu serðis og Anti-Defamation League, stærstu mannréttindasamtök í heimi sem berjast gegn gyðingahatri. Þau senda nú tilkynningu segja bara vissulega var þetta mjög óheppilega handarhreyfing hjá honum en þetta var augljóslega ekki heilsað nasista sér. Þannig að mér finnst þetta að vera svolítið, fólk vera það er einhvern veginn að finna þetta Trump allir fóráttu og það leitar þá auðvitað á stuðningsmenn hans. Við sáum það líka bara í aðdraganda kosningana, þá var bara bent á brandara sem einhver uppistandari sagði sem var á viðburði hjá honum og því bara bendla við Trump. Ég held að við séum að sjá það svolítið núna aftur bara. En ekkert bara að Trump, heldur líka bara að Elon Musk. Ég meina, hann er náttúrulega orðinn mjög umdeildur. Já, hann gengst upp í því. Já, og náttúrulega bara ríkasti maður heims, þannig að fólk... Já, hann er að blanda sér í kosningamáli út allt, en nasistar, nýnasistar, þeir hljóta að líta á þetta sem vatna sinna millu. Er það ekki? Er ekki hætt við því að geti svona ítt undir þetta með svona klaufagangi? Ég veit það ekki, ég held að sé enginn sem raunverulega túlki þetta sem nasistaheilsu. Ég held að allir átti að þetta var bara virkilega óheppileg og furðuleg handarhreyfing eins og Bjarni bendir á. Það er margt skrítið sem þessi maður gerir. Fólk sem getur hort á myndbandi sér það að hann er með hendurnar út allt þarna á þessum hundi sko. Þú veist, þetta er bara, hann er sérstakur náungi. Þetta stór merkilegu líka á sama tíma. En mér finnst það bara virkilega, við erum að gengisfella svolítið ódæðisverk nasista með því að segja að Elon Musk sé nasisti út af því að hann gerir þetta. Þetta er raun og veru svolítið lélegt og sumir af þeim sem að sér á samfélagsmiðlum sem er að bendla honum við nasista sko, þetta er fólk sem að sér að tjáu sig bara alþjóðamál þegar kemur að einu ríki, það er að gyðingaríkinu. Það tjáu sig ekki um það að Norður-Kórea sem er heila þjóð í prísund eða hvernig Kínverjar koma fram við Úígúra, tjáu sig bara þegar kemur að Ísrael og núna er það að segja Elon Musk er nasisti. Mér finnst þetta bara virkilega ómerkilegar árásir. Talandi gyðingaríkið, nú er búið að koma vopnahlé á Gazasvæðinu. Það er algjörlega óumdeilt að það er fyrir tilstilli kjörs Trumps og hans talsmanna sem hafa verið þarna alveg frá 7. eða 7. nóvember að vinna þessu friðarsamkomulagi. Nú hefur hann lagt upp sömuleiðis bara fyrir augum alþjóðasamfélagsins hvernig hann hyggist knésetja Pútín með lækkandi olíuverð og öðru slíku. Ef það kemst á vopnahlé í Úkraínu þarf ekki að veita þessum svakalega manni friðarverðlaun Nóbels. Svaraðu svo? Já, svo svaraðu nú. Jú, bara allan daginn. Obama fékk friðarverðlaun Nóbels bara fyrir hann á kjöri sko. Ég held að hann þyrfti augljóslega að koma sterklega allir greina ef það gerist. Þetta hefur maður séð þetta stríð búið að vera lengi í gangi. Maður sér auðvitað fréttir núna, Reuters er með fréttir það að Pútín hafi áhyggjur af efnahagi Rússlands. Mögulega er það einmitt tækifæri til að koma inn. Ég menna með því að segja, eins og maður heyrir að Trump er að íhuga að gegn vopnahlé að þá séu tilbúin að aflétta viðskiptaþvingunum. Þannig að það er kannski mögulega komin einhver stökkpalli fyrir Rússland til að fara frá þessu stríði. En maður einhvern veginn bara trúir í þegar maður sér það gerast. En það er auðvitað
ánægjulegt að sjá, það hefur margir miklar áhyggjur af því hvernig Trump myndi standa sig í alþjóðamálum, hvernig hann hefur talað, hann meiri einangrunna sinni heldur en fyrrumforsetar Bandaríkjanna og það hefur verið svona kannski tildulega bara út frá sjónarhorni svona eins vestarana heims ánægjulegt að sjá það að hann virðist vera að beita Rússu mikilli hörku til að byrja með, hótar fleiri viðskiptaþvingunum ef þeir kom ekki að samningaborðinu. Þannig að þið eru að spá því að hann fái friðarverðlaun Nóbels. Heyrðu að öllu alvarlega máli, landsleikur í kvöld gegn Króötum, Bjarni. Hvað segir okkur þetta? Maður orðinn dálítið taugatrektur? Já, það svona, sko, búið að tala mikið þessi stórmót síðustu ára, náttúrulega, þetta verður ekki gengið vel. Þetta svona stanslaus vonbrigði. Já, alveg bara síðan 2018, lengra síðan með þess að náttúrulega Óli Steff kom inn á það núna, bara okkar besta landslið í áratugi. Þannig að það svona, þetta búið að ganga mjög vel og þeir hafa allir náttúrulega talað um að hvað skiptir miklu máli að byrja mótin vel. Við höfum svolítið verið að byrja kannski á svona 50-50 leikjum, en núna einhvern veginn byrja á tveimur bara lélugum liðum, vinnum þá leiki og þá einhvern veginn kemur svona meðbyr með þessu og nákvæmlega taktur. Erum við ofmetnast? Þetta eru 2 góði leikir en alls ekki alveg gallalausir. Er einhver hætt á því að það verður bara valtað yfir okkur í kvöld? Já, náttúrulega Íslendingar ofmetnast yfir öllu sko. En nei, við erum búin að vinna, við vinnum Slóveníu bara samfærandi. Þetta lið sem að spila til undanúrslit á Ólympíuleikunum núna í París í sumar og svo vinnum við Egypta sem eru svona búið að tala með þessu topp 5 besta landsliði í heimi. Við hefum ekkert að vinna þessar þjóðir á stórmótum síðustu ár. Í Egypta sá ekki til sólar í þessu leikir. Nákvæmlega. Nokkru sinnum sem við hleyptum aðeins nær okkur en aldrei þannig að það væri í hættu. Nei, en svo þetta líka, við höfum Króatíu núna og þeir eru náttúrulega, þeir eru heimavelli, náttúrulega, 15.000 manns í höllinni og svona, þannig að þetta verður svona öðruvísi leikur heldur en þeir eru búin að vera að spila. Þetta er búið að vera svona hálffullar hallir og heyrist mest í Íslendingunum, þarna verða bara sturlaðir Króatar og örugglega búnir með nokkra líka, þannig að svona andrúmsloftið gagnvart íslenska liðinu verður svolítið svona, svona hostile. Annarkvort koma menn niður eða færast allir í aukana. Við erum alltaf með markvörð sem að, sko, ég helst þannig að trúa að það væri best að fá hann til að loka fjárlagagatinu. Það hvað að frétta? Hann bara, sko, hann búinn að vera náttúrulega svona svolítið óheppinn upp á það að gera. Hann fer til Nantes í Frakklandi frá GOG 2021 minnum mig. Og þar fær hann svona sko loforð það að þegar hann kemur þangað þá mun hann fá markmannsþjálfara. Svona sem kannski hljómar bara eðlilegt í þessum handboltaheimi. En hann bara einn í Nantes í 2 ár, aldrei með neitt þjálfara með sér eða neitt. Þannig að hann svolítið bara að þjálfa sjálfa sig. Svo fer hann núna til Póllands til til Wisla Plock, þar sem hann bara með markmannsþjálfara. Landsliðið hefur líka fengið markmannsþjálfara fyrir þetta mót, Rólandi Ratzi, sem náttúrulega bara fröðandi landsliðsmaður í handbolta. Þannig að hann búinn að vera núna með markmannsþjálfara allt tímabilið og svo núna í landsliðinu sem svona að aðstofan í kringum þessa leiki og það bara sjást núna hversu miklu máli þetta skiptir. Ég hef bara ekki verið stoltur af mínum landsliðsmarkverði síðan að Guðmundur Hafkelsson var hér. Já, hann náttúrulega maður saknar hann svolítið sko. Hann var hetja. Hann var eldgamli skólinn. Já, svakalega liður. Alltaf bara mætt alltaf í leiki eins og hann væri nývaknaður með hárið bara svona til allt geggjur típa. Hann var ekki leyft í dag sko. Ekki beint, það er betra að dú í hárinu á Viktori. Já, samfélagsmiðlarnir eru aðeins búin að skemma svona ímyndin í kringum þetta. Heldur að hann sé að fara að loka markinu hann í kvöld? Já, hann var náttúrulega bara að við eigum að vinna og verður hann að gera það. Já. Ástæðan fyrir að við erum búin að vinna þessi 2 leiki á móti þessum sterku andstæðingum er náttúrulega bara að því að hann er búin að vera að loka markinu. Já. Þannig að þetta er merkilegt starf að hafa það allir að þvælast fyrir. Já, ég meina bara vera markmaður í handbolta, við vorum að ræða þetta er svona einhver ákveðin tegund af masókisma. Já, að láta skjóta í sig. Bara eins og í leiknum á móti Slóveníu þegar Viggo kemst þarna í gegn og neglir í andlitið á markmanninum. Já. Bara, ef maður svona pælir í hversu oft ætli markmaður í handbolta hafi fengið boltann í andlitið bara frá því hann byrjaði að æfa handbolta. Það er bara og að sjá þetta gerast í hægri endursýningu, þetta er bara algjör pönnukaka. Já. Hermann, hvernig líst þér á þetta? Erum við að fara að vinna þetta? Þú ert allavega ekki að fara að fá ítalegri greiningu frá eftir honum. En mamma var markmaður í handbolta, núna get ég byrjað að kalla hana masókista. Mamma masó. Nei, ég held að við tökum hennar leik í kvöld. Ég meina, þetta er þetta stórveldi sem við erum að mæta, búið að vera síðustu 30 árin en kannski ekki verið öflugur á undanförnu.
Þannig að ég fulla trú á strákunum okkar og ég held að við förum og keppum velun. Ég held að það sé engin má á því. Já, svolítið skemmtilegt þegar við fórum á RÚV-vefinn, talandi svona oflæti og svo, já, og svona getur þetta tegnast upp fyrir okkur, svo bara eru Danirnir hann í undanúrslitum og svo er það Frakkarnir í undanúrslitum og svo Danir í úrslitum. Þannig að menn eru komnir bara í úrslitin. Sko náttúrulega ef við vinnum í kvöld, þá förum við, endum við í efsta sæti riðilsins og þá mætum við Ungverjum. Þannig að það er líka svona, það er alveg mikið meira undir heldur en bara að komast í áttalega úrslit. Við viljum alltaf mæta Ungverjum frekar heldur en Frökkum, þá förum við undanúrslit og þá mætum við annarkvort Frökkum eða liðinu sem endar í öðru sæti í okkar riðli. Þannig að við erum að fara að vinna Ungverja og svo Dani í úrslitunum. Já, við getum unnið öll liðin nema mögulega Danina. En þú veist einmitt, komin í undanúrslit, þá náttúrulega bara snýst þetta bara eitthvað dagsform og hvernig þú ert stemdur. Talandi dagsform, geggjuð fyrirsögn hjá Víði Sigurðssyni, kollega okkar, erfitt dagsverk í kvöld. Það eru Íslendingar að etja kappið þarna. Já, bara... Hvers konar svik eru þetta að fara að þjálfa eitthvað annað lið en það íslenska? Já, það er góð spurning, en það snýst náttúrulega allt peninga held ég sko. Já. Nei, en þetta er líka bara, það er svona gaman þegar landsliðinu gengur vel og þannig að ég neymdroppi Arnar Freyr Arnarsson sem var í hópnum og meiðist út að draga þessum hópnum. Hann er viðmælandi minn í dagmálum núna í þættinum sem birtist í morgun og hann var einmitt að segja bara, ég hef aldrei verið á Íslandi í janúar og ég skil núna af hverju þessi handbolti lyftir ykkur svona upp. Þetta er hrikalegt sko. Bara ég er að vakna hérna og svo klukkan var 10:11 og það er bara dimmt og maður er bara þunglyndur á að vera hérna bara vá maður, nú ætlum við alltaf bara að fara í slantu við getum á þessum stórmótum. Það er náttúrulega oflætið sem fylgir þessu stórkostlegt. Held ég að hafi náð hámarki á Ólympíuleikunum 2008 þegar Ólafur Ragnar út af völlinn eftir að við höfum náð, var það ekki, öðru sætinu og tilkynir það án samráðs við orðu að liðið myndi allt fá fálkaorðin og við tilkynum það hér með að ef að þeir vinna Króatan í kvöld þá eru þeir allavega að komast ansið nærri því að afla sér fálkaorðunum. Já, allavega Viktor Gísli, eða ekki? Já, hann ætti að fá stórkrossin jafnvel. Mára hugsa þetta svona einmitt hvernig hann byrjaði sko Egyptaleikin bara svona vinsælasta nafn á nýburum á næsta ári hlýtur að vera Viktor Gísli. Já, það ekki? Jú, bara árinu 2025 bara maður var eignast bað. Já, bara Viktor Gísli, eða Viktoría. Já, eða Viktoría. Þannig að það er all leyst hér í þessu þætti. Nákvæmlega. Það er nú fleiri mál á dagskrá, pólitíkin, það leggur alltaf reiðiskjálfi í Sjálfstæðisflokknum. Það eru stór tíðindi því að Þórdís Kolbrún varaformaður, hún segist ekki að taka formannsdaginn heldur að víkja úr varaformannsembættinu. Er þetta ekki dálítið, ótrúlegt? Já, þetta er kannski svolítið eins og þegar að Bjarni tilkynnt það myndi ekki sækjast eftir áframhaldi sitt í formannsstólum að þetta var einhvern veginn kom óvart eða var ekki óvænt. En hefur hún ekki getað haldið áfram sér varaformaður þó hún tekið endilega slaginn stóraembætti? Hefði mögulega getað gert það en hún var enda búin að segja við MBL fyrir rúmlega viku síðan að hún myndi ekki bjóða sig fram í varaformannsembætti þannig að það var vita að dýrið annarkvort formannsslagur eða ekkert. Hún auðvitað búin að vera í 7 ár varaformaður og alltaf verið búist við að hún myndi taka við af Bjarna en síðan hafa nú flesti fundið það svona kannski í síðastliðnu mánuði og hálfa árið að stuðningur við hérna hefur dalað. Áslaug og Þórdís hafa oft á tíðum svona kannski sótt stuðningur svipaðir átt í flokknum og var orðið kannski frekar augljóst að Áslaug var orðin aðeins sterkari innan þessar arms í raun og veru. Áslaug er á fullu í undirbúningi fyrir mögulegt framboð. Hún er mjög duglegur stjórnmálamaður sem menn vita. Algjörlega og síðan er maður að heyra það að hún myndi tilkynna framboð á næstu dögum, sunnudagurinn er svolítið oft nefndur í því samhengi og síðan verður þá bara að sjá hver tekur slaginn á mótinni. Ég held að hún verði ekki eini framboði. Ég held að þetta verði Guðrún Hafsteinsdóttir eða Guðlaugur Þór sem að tekur slaginn á mótinni og menn tala mikið einingu innan flokksins og það sé ekki tími núna fyrir átök. Eru menn þar með að reyna að fæla mótherja frá eða eru menn að gefa upp boltanum einhvers konar samninga það hvernig eigi að lesa þetta? Eflaust eru þeir sem eru að íhuga framboð vilja vera hérna ótvíræðir og helst fá ekkert mótframboð en ég held að ætli það sé ekki flokknum fyrir bestu að næsti formaður verði með umboð eftir kosningar á móti einhverjum öðrum. Ég held að sama hver tekur við keflina þá sé nú best fyrir þá að hafa þurft að
samfæra flokksmenn sína ágæti sitt og af hverju þeir séu bestir til þess fallir að leiða flokkin. Þórdís er úr leik en það er talað Guðrún Hafsteinsdóttur, Guðlaug Þór Þórðarson meðal annars. Bjarni, hvað ef þú værir að... Stefánsson? Já, það er allt úr myndinni. Hver stuðið þið nú ekki? Hann er nú versnað til minna, ég sé koni í 40, en ég hef nú sagt hvernig fólk til að leggja undir. Getum við ekki gert eitthvað svona þögult samkomulag okkar á milli? Þú ferði, við leggjum allir kannski bara 1 milljón undir eða eitthvað og... Það er rosalega þögult samkomulag að gera það í þætti sem þjóðir eru að horfa. Herðu. Við ræðum þetta eftir. Við ræðum þetta eftir þá. Hefur ykkur tilfinningu fyrir því hver sé að fara að taka þetta? Nei, ég veit ekki. Ég er alltaf búið að tala þessa endurnýjun svona innan flokksins og svona, sko, ég veit bara alltaf margir sem skráðu sig úr flokknum og hafa gert svona gegnum síðasta kjörtímabil. Og svona margir ósáttir við forystuna og alltaf maður heyrði því að svona, þeim þurfti alltaf að skrifa svona skilaboð þegar þú varst að skráðu úr flokknum, ákveður að skráðu úr flokknum. Hann bara ósáttur við forystuna, þannig að ég veit ekki, ég held að það sé bara, þú veist, þetta snýst svo mikið ungt fólk í dag einhvern veginn að ná að höfða til yngra fólksins, það er alltaf þessi kjarni af eldra fólki sem kýs Sjálfstæðisflokkinn, þannig að ég held að Áslaug sé langbesti kosturinn og bara svona, ég var að hugsa daginn með ég held að Gulli er búinn að reyna það, ég held að hann fari ekki fram. Þú veist, Guðrún Hafsteinsdóttir er mjög frambærileg, finnst mér. Ég fíla hana mjög betur heldur en Þórdís í Kolbrúnu, þannig að ég var bara fegin að hún ætla ekki að fara fram. En ég held að væri Sjálfstæðisflokknum fyrir bestu að leyfa Áslaugu bara að taka þetta. Ég er allavega þar, sko. Svo var ég líka til að sjá smá uppfærslu í borgarstjórnar, í borgarstjórninni hjá Sjálfstæðisflokknum. Það er mikið af fólki þar sem er búið að vera mjög lengi þar. Það er endurnýjuð þar líka. Það er því komið á framfæri? Já, bara ungt fólk, þú veist, ég er nú búinn að fá beiðnir hvort ég ætla ekki að fara að bjóða mig fram og svona, þannig að... Já, og hvert er svarið? Bara, nei, glemdu við. Af hverju? Ég er svo góð að giggi hérna. Já, það veit ég, en eitt er ekki útilokað annað. Nei, en þú veist... Ég held að þetta sé ekkert mál til þess að vera í borgarstjórn og vera í ykkur öðru með. Já, þetta er bara fyllir í. Já. Heyrðu, en talandi um pólitíkina, ég sá að Flokkur fólksins er að auglýsa eftir lögfræðingi. Það er ekki ástæðulausu sem að þeir eru að kalla eftir sérþekkingu þeim efnum. Nei, það verður nú að hrósa Andreu Sigurðardóttur og Andresi Magnússon fyrir flotta umfjöllun í Morgunblaðinu undanfarna daga. Þetta flokkurinn skráði sem félagasamtök en ekki stjórnmálasamtök og hafa fengið þrássífilög 240 milljónir króna. Og fá ekki greiðsluna núna í lok janúar. Það þingið er búið að lýsa því yfir. Já, einmitt. Og nú verður þetta kostulegt viðtal við Sigurjón Þórðarson, oddvitaður í norðausturkjördæmi, hann býr reyndar í norðvestur, af kostulegt viðtalið hann á Bylgjunni í gær þar sem hann sagði að þetta verður bara frábær hlutur. Hann bara spurði út í þetta, þetta er bara frábært. Já, ég menna að maður er svolítið hugsi yfir þessu. Ég held að þetta er mismunandi hvernig almenningur tekur þessu, hversu alvarlegt. Ég meina það líta auðvitað flestir á flokk fólksins sem stjórnmálaflokk og kannski ekki í lagalegum skilningi, augljóslega er þetta stjórnmálaflokkur. Hann býður fram til Alþingis og ML-lista og svona, en hann er mjög óhefðbundinn og ólýðræðislegur. En nú voru að sjá, þeir ætla að leysa þetta held ég á næsta landsfundi sínum í febrúar. En þarf landsfund til að leysa svona skráningamál? Ætti ekki að þurfa. Ég hef ekki hugmynd hvernig samþykktir flokksins eru þarna ítarlega, sko. Inga Sæland og Sigurjón Þórðarson er að saka Morgunblaðið og MBL og marga það að eiginlega ofsækja flokkinn, að þetta sé orðið svona eineltiskennt og það sé verið að týna til eitthvað titlingaskít gegn flokknum. Er eitthvað hæft í því? Hafa menn fundið eitthvað svona veikan hlekk í ríkisstjórnarsamstarfinu og reyna að klekkja á henni með þessu? Nei, þetta er bara svona formsatrið einhvern veginn, þú veist. Alltaf talað svona í gamla daga þegar fólk var að spila tölvuleiki, það kom einhver svona nýr inn, alltaf talað núpa. Það veit hvað, núp. Nei, þetta er svona, ég kannski fer of mikil tími að útskýra það, en þetta er rosalega núpalegt múf. Þú ert með stjórnmálaflokkum, þetta er komin í ríkisstjórn og þetta er bara svona prinsip, finnst mann, og þetta er svo mikið skólabókardæmi af hverju margir stjórnmálaflokkar svona, sérstaklega svona í seinni tíð, eru svona skamlífir. Það kemur upp eitthvað svona, eins og mikill meðbyr með þeim núna, svo kemur eitthvað svona í staðinn fyrir bara að taka þetta á kassan og beðast afsökunar og svona bara, ok, við gerum mistök og fara í einhver svona vörn, það er svona þetta stolt sem kemur upp. Ég oft hugsa svona, ég væri svo til að vera upplýsingafullur eða svona flug á vegg hjá þeim sem eru svona ákveða hvað það ætlar að segja við fjölmiðla. Eins og Inga Sæland kemur út og segir þetta séu árásir, hún bara beðast afsökunar, hún bara skeita á sig og ætti bara viðurkenna það.
En þetta var líka þóttið nýstárleg aðferðafræði í svörum hennar gagnvart Andreu þegar að Andrea kemur með, fannst mér, markverða og eðlilega spurningu og svarið var, þú getur bara svarað þessu sjálf. Hún labbaði sér nú viðtalið. Já, maður ætti að fara í spurningakeppni og svara spyrlinu svona. Mér fannst áhugavert að sjá, hún setið framann að Facebook-fæslu fyrir nokkur dögum. Það sem að hún segir bara þetta séu falsfréttamiðlar og maður velti fyrir sig, menna hún hefði nú getað tiltekið nákvæmlega hvað af þessu væru falsfréttir. Og veitum hvað falsfréttir Það hefði nú getið verið verra, hún er ráðherra í ríkisstjórn og hlutverk fjölmiðla er að veita aðhald. Flokkur fólksins er komin í ríkisstjórn, þetta eru fleiri bara fylgjast með núna þess hvernig flokkurinn er bara eins og með allar aðrar ríkisstjórnir. Og það kemur í ljós að það eru einhverja brotalamir í flokknum og hvernig til dæmis þeirra fengi styrki. Þannig að það er ekkit óeðlilegt að fólk fjall þetta og þetta er Morgunblaðið að skúpa þessu og svo orðið komast en RÚV og Vísir og fleiri fjölmiðlar er allir að taka þetta upp. Þannig að þetta er ekki ástæðulaus. Já, líka bara tala falsfrétt, þetta er ekki falsfrétt. Nei, hún getur ekki bent á dæmi maður veltir alveg fyrir sig hvort hún viti hvað falsfrétt er. Ég held að þetta sé nú hugtak sem að menn grípa til dálítið í nauðvörn. Þess skal þó getið að Ingu Sæland var boðið hingað í þáttinn að þessu sinni til þess að ræða þessi mál en hún vill láta bíða þess eftir sér. Ég er búin að bjóða henni nokkru sinnum síðan að hún settist í ríkisstjórn eins og reyndar Kristrúnu Frostadóttur og fleirum. Það verður einhver bíð á því að þau komi hingað en sá dagur rennur upp. Er það ekki? Jú, ég býð spenntur. Farið þið kátur inn í helgina? Já, sjálfsögð. Þorrablót? Ég var Þorrablót síðustu helgi. Hjá hverjum? Herrakvöld Fylkis. Já, það var nú verið stuð þar. Það var mikið stuð. Það var ekki alveg mikil ölvun og hefur verið síðust ár sem var ákveðin vonbrigði. Já. Ljós sem voru kveikt klukkan korter yfir 11. Ha? Þannig að þetta er svona, ég hugsa þetta alltaf því ég mæta á þetta kvöld. Það er mikið af svona eldri mönnum, alveg 70 plus. Svona eina skiptið á árinu sem fá að fara út. Og samt hættaði korter 11? Já, þú veist, það er ekki, þeir fara bara í 7. gír. Þeir takið þetta til sín sem eiga. Já, nákvæmlega. En Hermann, er ekkert Þorrablót í Reykjanesbæ? Ég er ekki að skella mér neitt Þorrablót en ég ætla þá að kíkja í Reykjanesbæ. Ég flutti í Árbæinn fyrir 1 eða 2 mánuðum síðan og reyna alltaf að nota helgarnar í að fara heim, kíkja fjölskylduna og vini í Reykjanesbæ. Þannig að ég skelli mér í fyrramálið þangað. Þú talar bara eins og þetta sé á Akureyri. Já, þetta er alveg ótrúlegt. Maður fann fyrir þegar maður bjóði í Reykjanesbæ hversu oft fólk á höfuðborgarsvæðinu bara það kíkt aldrei í bæinn ef maður væri að fara upp á flugvöll. Og maður finnur alveg það er svo sem oft á tíðu vantar kannski meira afþreyingu að í bænum út af því að það er svo sem ekkit, þú færð allt sem þú þarf á höfuðborgarsvæðinu en maður auðvitað kíkir þarna þegar maður er með vin og fjölskyldu að vera alist upp alla ævi sko. Já. Gott að fá ykkur félagana hingað í settið að ræða þessi mikilvægu mál, ólíku mál. Bjarni Helgason, Hermann Nökkvi Gunnarsson, takk fyrir. Takk fyrir. Takk fyrir mig. Hér eftir örskamastund Hörður Arnarsson, forstjóri Landsvirkjunar. Við ætlum að ræða orkumarkaðinn vítt og breitt og auðvitað ekki síst stöðu Landsvirkjunar, þess mikilvæga fyrirtækis fyrir þjóðarbúið og landið í heild. Væntanlegt í sjónvarp Símans. Íslensk sakamál með Sigursteini Másinni. Nýjar upplýsingar og áður óbirt gögn. Í íslenskum sakamálum er kafað dýpra. Svona á sjónvarp að vera. Ef þið elskið bóndan ykkar, þá gefið honum eyjabita á bóndadaginn. Meinhollur, ljúffengur og sívinsæll. Þú kemst á toppinn með eyjabita. Komdu og reynslaktu glænýjum Toyota Land Cruiser 250 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra. Komið sæla nýju. Það ráku margir upp stór augu í liðinni viku þegar tilkynnt var það að Hvammsvirkjun í Þjórsá sem menn hafa lengi verið að vinna að yrði jafnvel ekki að veruleika vegna þess að Héraðsdómur Reykjavíkur komst að þeirri niðurstöðu að það væri ekki heimild í lögum fyrir Umhverfisstofnun og aðra aðila hjá hinu opinbera til þess að veita heimild fyrir framkvæmdunum. Hingað er komin Hörður Arnarsson, forstjóri Landsvirkjunar. Það er fyrirtæki sem að hyggst ennþá reisa þessa virkjun og hefur skotið málinu til æðra dómstigs og við ætlum að ræða þetta mál en líka raforkumarkaðinn í víðum skilningi. Blessaður Hörður. Blessaður.
Ég vísi þennan héraðsdóm, þið eru vissi ykkar sök og óskið reyndar eftir því bara að málið fari fram hjá Landsrétti og beint upp í Hæstarétt. Já, við teljum vegna fordæmisgildi málsins og hversu mikil áhrif þetta hefur ekki bara á þetta verkefni heldur raun og veru flest verkefni sem að raska annarkors yfirborði eða grunnvatni sem eru mjög marga framkvæmdir. Þá sé mjög mikilvægt að fá úr þessu skoruð fyrir dómstólum eins fljótt og auðið er. Og líka það að því ef þetta færi Landsrétt þá myndi vera áfrýð áfram. Landsréttur er líka mjög störfum hlaðinn. Og það sérstök heimild til þess að gera þetta með þessum hætti þegar fordæmisgefandi mál er að ræða. Já, Hæstiréttur getur veitt heimildir, við getum sótt það og við vonum bara að Hæstiréttur verði við því. Hvað tekur það langa tíma heldur þú? Það fer nú eftir ýmsu, þetta gæti tekið 4 til 6 mánuði, þetta gæti líka tekið alveg til ár. Það fer svona eftir hvernig spilast úr málum og hversu mikil áhersla er lögð á að flýta ferlinu. Þannig eru gríðarlegir hagsmunir undir í báðar áttir, bæði fyrir þá sem að ráku málið gegn hinnu opinbera og ykkur, þar að segja eigendur í Þjórsá sem að vilja ekki fá þessar framkvæmdir, en svo fyrir ykkur, þið eru farin að stað með framkvæmdina. Já, það er enginn þarna eigendur á Þjórsá, Landsvirkjun er handhafi allra réttinda, hefur samið öll réttindi og hefur öll réttindi gagnvart virkjun og landnotkun við þessar virkjanir, þannig að við erum einu aðalega með svona fjárhagslega hagsmuni og það hefur verið greitt fyrir öll þessi réttindi. En tjónið er náttúrulega bara mest fyrir samfélagið. Það er veruleg þörf fyrir orku í samfélaginu. Þetta, svo ég segja ofta, raforkan er súrefni samfélagsins. Þetta er að hamla vexti og þetta mun hamla vexti enn frekar þessar tafir sem er að eiga sér stað. Þú talar tafir. Segjum sem svo að Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að héraðsdómur túlki löggjöfina frá 2011 rétt sem hér ræðir. Þá er þetta ekki endilega tafir. Gæti það gerst að þessi virkjun, henni verði bara slútað? Ég tel það afrólegt og nánast útilokað. Það er mjög sterkur vilji stjórnvalda, þetta ríkisvaldsins sem Alþingis og stjórnsýslunnar að þetta verður komið ítrekka fram og ég held að sé bara mjög breiður pólitískur stuðningur við þetta. Þannig að ef að það eru ágallar á lögunum sem að mögulega geta verið, við teljum að það sé ekki nægir til þess að fá þennan úrskurð héraðsdóms, þá tel ég mikilvægt að stjórnvöld stígi inn og leiðrétti þessa lagasetningu ef að hún er ekki í samræmi við vilja þingsins. Dómkrafan og niðurstaða héraðsdóms er svo að við innleiðingu á vatnatilskipun Evrópusambandsins árið 2011, sem er nú komin 1,5 áratugur næstu síðan, að þar sé girt fyrir möguleikan á því að menn fái heimild til þess að ráðast í framkvæmdir sem að hafa þau áhrif sem að þessi virkjun óhjákvæmilega hefur. Já, og það er sérstaklega hjákvæmilegt í ljósið þess að 2015 þá sérstaklega setur Alþingi þennan kost í nýtingaflokk og segir að þetta er kostur sem að við styðjum að sé nýttur. Það er mjög mikilvægt í þessari málatilbúnaði og þessari niðurstöðu og líka fyrir niðurstöðu. Þetta er í annað skipti sem að Landsvirkjun sækjur virkjanleyfi, fær virkjanleyfi eftir öllum lögbónum ferlum, samþykkt á öllum stöðum ferlun og því er síðan hafnað, eða fellt úr gildi og í bæði tilvikin er þetta vegna formgalla í málsmeðferð. Það er líka búið að takast á mjög mikið efnisatriði hvort það sé búið að gera allt sem hægt er að gera til þess að vanda til verka. Öll þau efnislu atriði hafa staðið. Þetta snýr eingöngu að formgalla stjórnsýslurnar á meðhöndlun í þessu gríðarlega flókna reglugerðar frumskógi sem við erum búin að búa til orkuverkefni. Og það lítur að því hvort að löggjafinn hafi í raun girt fyrir möguleikan eða ekki og þetta er spurningum jafnvel eitt orð til eða frá. Já, þetta er raun og veru ekki bara virkjanir, heldur þetta á líka við þá bara ný verkefni sem breyta vatnsflótum eða bara áhrifum á vatn og það er mikilvægt, þetta er ekki eingöngu yfirborðsvatn, þetta er líka grunnvatn. Þetta snýr þá á vatnsaflsvirkjunum, jarðvarmavirkjunum, brúargerð, jafnvel hafnargerð, fiskeldi, þetta snýr að mjög mörgu ef það má ekki breyta og þessi túlkun er mjög sérstaklega því að andi stjórnvald, ef það er ekki umræðan á þingi þá var alls ekki verið að gera einhverja meiri háttar breytingu. Og það sem er sérstakt eftir 2011 bara fljótlega eftir hrunið þar sem var mikil átök í pólitík. Svo
svo þú þekkir ábyggilega manna best. Og þarna var þessi alveg þverpólitísk samstaða milli hérna og Birgir Ármannsson lýsti sérstaklega yfir bara í þinginu að hann styddi þessar breytingar og það full samkomulag þetta. Og formaður umhverfisnefndar á þessu tíma var ef ég man rétt Mörður Árnason? Já, íslensku-fræðingur. Og þau voru þarna nokkur nefndinni sem höfðu svona áhyggjur af íslensku málfari þegar var verið að innleiða reglugerðir sem bara gott og gilt. En þetta hins vegar lögfræðin kannski, finnst mér aðeins ætti að hafa meiri vægi og til dæmis eitt af þeim atriðum sem að dómar leggur út frá. Svona íslenskulega séð þá var þarna í upphaflegu lagatextanum talað að veita heimildir fyrir einhverjum framkvæmdum í ám til dæmis og þá stóð það að þetta var heimilt að veita undanþágu fyrir nýjar breytingar. Þetta var rætt í nefndinu augljóslega og þetta finnst mönnum ekki góð íslenska því að eitthvað sem í framtíðinni breytingar, þær eru ekki nýjar, þær eru breytingar. Þannig að þessu var breytt frá því að vera nýjar breytingar yfir breytingar. Þetta leggur dómar meðal annars, það eru fleiri atriði sem leggur út frá, en þetta leggur meðal annars að þarna sé átt við það að þetta séu þá eigi bara við gömul verkefni, sem náttúrulega alls ekki andi lagarna og væri náttúrulega, og hefur ekkert að gera með Evróputilskipunina. Og væri þá sérstætt við höfum tekið þarna einhverja stærstu pólitísku ákvörðun að hætta virkjanauppbyggingu á Íslandi og takmarka mjög vegagerð á Íslandi án þess að það hefði farið nein pólitísk umræða fram með. Það hefði farið fram hjá öllum ef það gerðist og það var ekkert þannig. Þetta var ekkert ætlun þingsins á þessu tíma að leggja fram þessa túlkun sem dómara kemst að. En af einhverjum ástæðum fara þessir aðilar sem að reka málið af stað í það vegna þess að þeir telja einmitt að löggjöfin kveði svo áum og hann var hér í síðustu viku hjá okkur formaður náttúrugriða Snæbjörn Guðmundsson og hann sagði einfaldlega að lögfræðingar Landsvirkjunar gátu séð þetta eins og við fyrir langa löngu síðan. Það svo engin lögfræðingur þetta fyrir. Ég held að þarna fólki að rugla saman. Við gerum 2011 athugasemdir við lögin. Þá gerðum við athugasemdir við þetta mjög sérstakt þarna við getum sagt bara svona stjórnsýslulega þarna sem stofnun, umhverfisstofnun gefin heimild til að ákvaða hvað má gera. Þetta mjög víðtæk heimild og mjög svona, það var í lögunum fannst okkur þetta matskennt hvað umhverfisstofnun ætti að leggja til grundvallar. Það hvarflaði ekki að neinum lögfræðing að þetta væri hvorki þingsins né annarra að þetta væri hvort að umhverfisstofnun mætti taka þetta en okkur þótti óskýrt í lögunum og þykir enn hvað skal umhverfisstofnun leggja til grundvallar. Það ekki gott ef við búum til þannig að þetta sé mjög matskennt og háð bara raun og veru skoðunum einstakra starfsmanna stofnana svona stórar ákvarðanir. En þetta mjög mikilvægt að þetta það eru komin með eitthvað svona frumskógareglum þannig að þeir verum hætt að tala virkjunina, hætt að tala áhrifuna virkjunni og farin að tala þessar flóknu reglur sem við erum með rammaáætlun og við erum með skipulag og við erum með umhverfismat og við erum með virkjanleyfi og við erum með framkvæmdaleyfi og það verið að gera alltaf að bora í það hvernig þetta spilar saman hver á að gera hvað, hver á að hafa samráð við hvern og svo verið að túlka þetta alltaf þannig ef það minnsti óskýrleiki að mínum mati þá var hann túlkaður eins og vilji löggjafar sé að gera þetta ekki sem ekki rétt við það verið að reyna að vanda sig en þetta hlýtur að kalla á þessi reglugerðar frumskógur verði endurskoðaður. Þetta að vinna bara mjög gegn vilja samfélagsins, gegn vilja stjórnvalda og gegn þarfa samfélagsins. Hvernig komum við okkur í þessa aðstöðu? Nú þessi löggjöf öll mannanna verk. Þetta eitthvað sem vindur upp á síðan þess að menn hugi að sér eða þetta af einbeittu vilja af hálfu þeirra sem eru þó þrátt fyrir allt á móti framkvæmdum af þessu tagi? Ég held að þetta sé erfitt að segja, ég held að þetta sé samblanda mörgu ég held að við viljum að það verið að drifkrafturinn það að við viljum öll vanda okkur, við viljum öll gera vel en þetta komið langt út fyrir það þess að þetta snýst ekkit áhrifin og allar stofnanir sem að fjalla mjög vandlega all leyfisveitingaferli, Fiskistofu, Umhverfisstofnun, Skipulagsstofnun, Minjastofnun, við erum ekki talið nánast allar stofnanir sem eru til á Íslandi, það allir að vanda sig og þeir eru búin að gefa leyfin. En svo erum við að tala bara einhver óskýrleiki hvernig þessa umsagnir og reglur vinna saman og hver má gera hvað. Þetta bara, ég held að við höfum bara mist tökjun á þessu og ég ætlum ekki að gera neinum upp að það hefur verið viljandi. Þú segir að þetta geti tekið 4 til 6 mánuði, jafnvel ár, svo þarf dómurinn að komast að sinni niðurstöðu og það þarf að greiða úr þessu öllu.
ef að vilji löggjafans skýr og þarna einhver óskýrleiki, ekki tafa minna að þingið bregðist einfallega við og breyti lögunum eða kalla það þá á að þið þurfa að fara í gegnum allt ferlið að nýju á grundvelli nýra lagasetningar. Þá er ég að tala umhverfismat og leyfisveitingaferli. Nei, það myndi öll fyrir leyfi ætti að gilda en hérna ég held að það sé mjög mikilvægt að, og ég hef bara ef maður hlustar á ráðherrann og orku umhverfisráðherrann, að þá talar hann mjög skýrt það að breyta heildarlöggjöfinni sem þarf að laga, sem þarf að vanda til og tekur ákveðin tíma, en einnig að bregðast við og setja raun veru svona sértækjari lög, ekki kannski sérstök lög Hvammsvirkjun heldur sértæk lög. Þeir eru mjög margar aðra framkvæmdir sem eru í uppnámi, miklu fleiri en fólk heldur sem lenda í uppnámi við þennan úrskurð. Getur þú nefnt dæmi þar? Ég vil ekki vera að tala annarra manna, það er bara öll verkefni sem að menn eru að hrófla við vatni. Og það eru bara öll verkefni sem snúa að landeldi, öll verkefni sem snúa að vegagerð og brúagerð. Allar vatnsaflsvirkjanir, allar jarðvarmavirkjanir sem verða að vinna að. Þannig eins og landeldið í uppnámi vegna þessara túlkunar? Já, þau eru klárlega þau eru klárlega falla undir þessa vatnsflótaskilgreiningu. Ég tel að einboðið þau fái leyfi, en það er búið að Héraðsdómur úrskurða það má enginn gefa þeim leyfi. Þannig að þau fá þá ekki leyfið? Ekki með þessum? Ég held að sé auðvitað munið að endan fá leyfið, en það að kannski vera með fjárfestingar, tugmilljarða fjárfestingar og fjármagnunar leiðir, safna fjármagni. Þetta hlýtur að setja þau verkefni í verulega óvissu. En þeir munu þá ekki fá leyfið að annað tveggja gangi í gegn, að Hæstiréttur snúi við dómi Héraðsdóms eða löggjafinn breyti það löggjöf? Já, það þarf, en það er náttúrulega verið að fara, það er náttúrulega afar mikilvægt að eyða þessar óvissu, því hún skapar bara hérna og svona úrskurðaraðilar eins og sérstaklega neðra dómstig og þessar úrskurðarnefndir þurfa að mínum að gæta miklu meira meðalhófs í þeirra að horfa á bara hvað afleiðingar á dómanum þegar þeir að túlka þá, þeir valda miklu tjóni og miklu fjárhagsskuldi, því að líka eins og hefur bent á prófessor í Háskóla Reykjavíkur að raun og veru stjórnvöld að skapa sér bótaskyldu. Ég er ekki að segja að Landsvirkjun muni sækja það á eiganda sín en fyrirtæki sem verða fyrir tjóni vegna rangra innleiðinga á lögum, þar getur myndast bótaskylda. Það getur verið þessi fiskeldisfyrirtæki eða orkufyrirtæki? Allir sem verða fyrir tjóni, ef það er eins og hann reifar ágætlega þessari grein, það er möguleikja, en auðvitað það er engin ákveðningur þetta. Hefur fundið stjórnmálamann sem að styður þessa skoðun Héraðsdóms? Þeir duttu allir út í síðustu þingkosningu? Já, bara findu einn stjórnmálamann í dag sem að styður það að þetta hafi verið vilji Alþingis. Ég skal fara í þá vinnu helgina. En þá spyr ég aftur, þið framkvæmdur hafnar ekki við virkjunina sjálfa en ýmislegt í tengslu við hana, vegalagning og annað í þeim dúr. Eru aðrir aðlar sem að þið eigi viðskiptu við sem að geta orðið fyrir tjóni vegna tafa núna? Nú eru einhverjir samningar komnir á, þið eru væntanlega núna að undirbúa okkur eða er það fresta útboðum sem að voru komin í farvatnið? Við erum bara að meta stöðuna, en þetta mun leiða til þess að við verðum að fara okkur mjög hægt og jafnvel fresta útboðum og það er ljóst að við höfum ákveðna bótaskyldu gagnvart þeim verktökum sem að munu stöðvast. Við vorum eins og það búin að alveg meðvituð þessa áhættu, þó að þetta hafi komið okkur á orð, þá við vissum að þetta hefði getað komið einhverja tafir, þannig að við vorum búin að stýra áhættunum mjög mikið. Sem hægir aðeins á verkefnina. Við erum ekki búin að bjóða út stærstu útboðin, þau eru að fara í gang núna, en við þurfum að skoða það bara næstu vikum hvort við höldum áfram með þau, því að það er mikil ábyrgð og kostnaður bæði fyrir okkur og mótaðal okkar bara til þess að halda trúverðuleika gagnvart okkar samstarfsaðilum sem að bjóða í. Ef við fyrir að fara af stað með útboð sem við opnum síðan ekki, þá missum við bara trúverðuleika og endanum hættir bara fólk að bjóða í hjá okkur. Þannig að við þurfum að meta það hvort við förum af stað. En við erum ennþá með svona fjárhagslega tjóni sem Landsvirkjun verður viðráðanlegt. Þetta er heildarumfangi á verkefni sem er búið að bjóða út eru nokkrir milljarðar og það mun ekki tapast, því ég er samfara með þess að virkjun verður reist, en þetta við erum að tala 100 milljónir hjá okkur en stóra tjónið ég endurtek það að þessi virkjun hefði komist í gegn 2029 ef hún er að frestast 1 eða 2 ár og ef við missum sumari þá frestast hún sjálfkrafa 1 ár. Að það er áhrifin á samfélagið.
uppsett afl í þessari virkjun er 95 megavött. Geturðu gefið svona holt og bolt einhverja mynda því hversu mikil að tekna svona virkjun aflar á Ásgrundvelli? Nú var sagt að það ekki að kostnaður við hann að geti hlaupið í heildina í kringu 90 milljarðar. Já, aðeins minna, það er líklega svona einhverstar, svona líklega nær 70 milljarðum, en það liggur ekki alveg fyrir, endalega kostnaður liggur ekki fyrir. Og hún fer hækkandi? Já, hún gerir það, en kostnaðarverð, það er svona, þetta er svona, ætla að sé ekki svona tekjur af svona virkjun, ef við skoðum bara verð sem eru á almenna markaðnum, þá er það, þetta eru svona 7 milljarðar á ári, 7-8 milljarðar á ári myndi ég halda. Þannig að fyrir hvert ár sem tapast þá eru þetta tekjur sem En stóra þjónustefán er það, sko, þessi fyrirtæki sem ætluðu að taka til starfa eða auka umfang sitt eða byggja upp á Íslandi og skapa hérna útflutningstekjur, þau kom ekki. Það er risatjónið, sko. Eru það meðal annars fyrirnefnt fyrirtæki í landeldu öðru sem við vitum að þurfi mikið að það eru bara þeirra aðilar sem er ekki með samninga, hver sem þeir verða. Þeir munu ekki fá sem hafa gert sér væntingur að fá samninga eða stækka samninga. Og samtök iðnaðarins hafa verið góð í að benda á þetta og það er kannski betra að þetta snýr mikið að þeirra fyrirtæki, betra að þau svari fyrir það. En það eru að tala 20 milljarða tjón á samdrátt í útflutningstekjum. Þannig að þetta vindur upp á sig. Þetta vindur mjög upp og svo náttúrulega bara ef það er svona þrengingar og orkumarka þá verður líka bara hærra raforkuverð út af markaðslögmálunum sem að þetta bitnar á öllum heimilunum, öðrum fyrirtækjum og rýrir samkeppnishæfni landsins. Þetta er svona, og þetta er bara staða sem við komum okkur sjálf í. Þetta var ekki staða sem við viljum verið í. En nú höfum við á sama tíma fyrir kollegiðin í öðru orkufyrirtæki hélt í framstátt á stöðut árum saman að það væri engin orkuskortur, þannig að markaðurinn eða kerfið hefur talað tungum tveim í þessu sambandi líka. Það er mjög óheppilegt og þetta var mjög erfitt fyrir okkur sem vorum að benda á þessa augljósu staðreynd, hvað myndi gerast og er búið að raungerast og ábyrgð þeirra aðilega sem að héldu þessu fram og hafi valdið samfélaginu miklu tjóni er mjög mikil að mínum mati. Það er þetta að vísa í Bjarnar Bjarnason fyrir fórstjóra Orkuveitunnar og það er margir fjölmiðlamenn sem tóku mjög mikið undir þetta. Og spurðu bara ekki eðlilegar spurningar, bara hvernig ætlum við að vaxa og menn töluðu bara að loka álverum sem eru með bindandi samninga og þetta var raun og veru alveg glórulaus umræða. Og bara líka að segja bara fjölmiðlar skulle ekki hafa verið krítiskar á þessu tíma, finnst mér hlutur sem menn þurfa að horfast í augu við, en það er sérstaklega fagfólk í bransanum eins og þessir stjórnendur Orkuveitu Reykjavíkur þessu tíma, þó svo það er breyst í dag, þá ber fyrirtækið mikla ábyrgð. Mikið að þetta er sömu starfsmenn ennþá sem að skerskiptir sem við komum fram og bentum á þetta dró úr þessu og svo þetta bara við varum bara haldnir einhver virkjanablæti og varum okkur liði bara illa við varum ekki að virkja. Mér langar áður en við kannski förum ofan í raforkuverðið með nákvæmari hætti, þá langar mér til að spyrja aðeins út í þetta ágæta fólk sem að rekur málið fyrir héraðsdómi og vinnur það. Þetta eru eigendur að jarðnæði sem að liggur að Þjórsá og þetta er fólk sem að segist hafa miklar áhyggjur meðal annars á laxastofninum í ánni. Hefurðu skilning á þessu sjónarmiðum? Af hverju ætti þetta fólk að reka þetta jafn mikla harðfylgi og með jafn mikla hagsmuni undir nema vegna þess að þau hefðu eitthvað til síns máls? Sko, ég virði þeirra sjónarmið algjörlega og þetta eru nú þannig að þetta er bara réttur fólks til þess að hafa að taka þátt í umræðinu og reyna að hafa áhrif á verkefni sem er í kringu sig og það sjáum við náttúrulega mörg, þetta er alls þar í samfélaginu okkur, við sjáum nú bara grænubyggingar heitir Reykjavík og nú sjáum við Sundabraut sem er að koma sem að mun náttúrulega hafa heilmikil áhrif á margt, svo umræða alveg þarf að koma og við sjáum líka bara breytingarnar á miðbænum þegar við erum að þétta byggð, hvernig þetta hefur áhrif, þetta þurfum við bara öll að þola, við erum að þróa samfélagið áfram. Þannig ég skilning á því og en ég endurk samt að mikill meiri hluti fólks í bæði Rangárþing ytra og Skeiða-Gnúpverjahrepp styður þessa framkvæmd. Þetta var eitt af stóru kosningamálum til Skeiða-Gnúpverjahreppi og það eru 4 af 5 fulltrúum í sveitarstjórn sem styðja þetta. Og þeir hafa alveg skoðanir, þeir veit okkur mikið aðhald, þeir eru ekki alveg sátti við allt en þeir styðja verkefnið og í Rangárþing ytra er þetta mjög enn sterkari stuðningur. Þannig að stuðningurinn er mjög eindreginn í nærsamfélaginu eins og bara í öllum nærsamfélagum sem við störfum. Það er ágætt að komast inn á laxinn. Óttast þú ekki að eftir 10, 15, 20 ára þá verður þú með
bara framtíð þessa laxastofns á samviskunni? Nei, ég ger það nú ekki. Ég hef við erum mjög meðvituð laxastofna og lífríki í öllum ám sem við störfum og við skoðum bara Þjórsá, Blöndu, fyrir austan, Jöklum, þá höfum við unnið alls staðar mjög náið með aðilum í því að tryggja viðgang laxastofnana. Á öllum stöðum hafa laxastofnarnir vaxið mjög mikið. Laxastofnir í Þjórsá sem vissulega stærsti vildi laxastofnin, það er búið að hafa áhyggjur af laxastofni síðan að byrja var að virkja Þjórsá. Frá því við hófum virkjanir þá hefur stofnin fjórfaldast. Mikið vegna áhrifa virkjanna og samstarfi við veiðifélögin ýmsar aðgerðir. Þetta gerist bæði vegna þess að lífsskilyrðin í ánni batna, þegar gurgju minnkar og ljósina er lengra niður í yfirborðið þegar hún er ekki eins gurgug. Og hins vegar höfum við farið aðgerð eins og að byggja laxastega sem var byggður að senda á landsvirkjun rétt fyrir neðan Hvammsvirkjun og með seiðasleppingum í Hlíðarám og þessu þar. Minnkar gruggið vegna virkjanna? Já, það er búið að gerast. Það mun ekki gerast meira vegna Hvammsvirkjunar en það mun gerast annars þar. Við höfum farið í mjög miklar rannsóknir og miklar mótvægisaðgerðir sem munum fara til sem við höfum fulla trú að virki. Okkar markmið er að stofninn haldi áfram að stækka. Það er okkar markmið. En við erum mjög meðvituð og það er ekki hægt að svara öllu spurningunum. Meðan annars munum við setja seiðafleitu í sem við bættum við og átt aldrei að vera með til þess bara sérstaklega til að prófa hana, til að sýna fram á virknina fyrir Urðarfossvirkjun þar sem það nauðsynlega að virka. En Hvammsvirkjun er ekki á náttúrulegu svæði fisksins. Þetta er bara, laxinn er í raun og veru aðkomu dýrategund á þessu svæði, bara þannig höldum við til haga. En okkar markmið er að stofninn halda áfram að vaxa. En það er líka mjög mikið, það er stundu talað þetta eins og þetta sé dýr í útrýmingahættu. Þú veist að laxastofninn í Þjórsá. En það vorum við að haga að þetta er bara stofn sem er mjög mikið nýttur. Á hverju ári er svona meðaltal 45% af stofninu veiddur í net og nú aðeins á stöng líka neðst í ánni. Þannig að það er til dæmis mótgæðasaðgerðir sem er hægt að gera er að draga úr veiði. Þannig að ef þú spyrðir mig hvort ég hef ágjörð því að ég muni, ef virkjanum muni valda því óbætilegu tjóni þá held ég það mun ekki gerast. Eru þessi veiðamenn, eru þeir að hluta til þeirra aðlug sem eru í þessu málaferlum? Nei, ég held nú ekki, ég hef ekki kynnt mig nákvæmlega, ég er ekki að velta nákvæmlega hvernig eru. Við hefum mjög gott samstarf við veiðimennina sem er að veiða mest af þessu sem er neðst í ánni. Við höfum þegar gerum ráð fyrir að semja við þá, við þegar samið við flesta þeir hætti netaveiðum þegar við förum að virkja meira í ánni. En þetta er stofn sem hefur vaxið mjög, stofninn í Blöndu óx mjög, stofninn fyrir austan óx mjög líka og við teljum áfram að hann geti haldið áfram að vaxa. En ég segja við hefum heldur ekki segja að þó að kannski eins og framkvæmdatímanu þó að myndu ef svo óbyrlega vildi til að einhverju fiskir myndu ekki lifa jafnvel eða deyja, að þá er hægt að draga úr veiðina móti. Það er tiltölulega litlir hagsmunir. Þannig að það er búið að vanda þetta mjög til verka og það var dómurinn fjallega meðal annars sem það. Efnislega það hvort að leyfi Fiskistofu væri nægilega vel ígrundað og það stóðst alveg. Allar efnislegar Þetta snýst ekki ógn við fiskinn sem slíkan. Þetta snýst ekki ógn við fiskinn. Já, þetta er ógn við þurfum að vanda okkur, við munum gera það og okkar markmið er að stofninn haldi áfram að stækka. Og það myndast líka möguleikar á laxveiði í hluta ánni, þar sem að áin verður bara mjög lítið reynsli fyrir uppgöngu fiskana, sem verður þá líka tækifæri. Eins og hefur myndast á mjög mörgum stöðum annars staðar. Það er veiði þarna fyrir neðan sem turist mikið og svo erum við með mjög mikla sílungsveiði líka upp við Sigurdurlóni í Sigurdurlóni sem er talin eitt skemmtilegasti veiðistöð landsins. Það er mjög mikil veiði sem myndast fyrir neðan Sporðurdurlóni í Búðarhálsi. Þannig að fiskveiðar og virkjanir hafa vildur lax og fisk og virkjanir hafa farið mjög vel saman og við ætlum að vanda okkur og við ætlum að vinna mjög náið með heimamönnum til þess. Og vissulega geta komið upp atriði. Það geta komið upp eitthvað sem við sjáum ekki fyrir. Þá munum við bregðast við. Þannig að þú ætlast ekki að verða eins og maðurinn sem gekk frá síðasta gerfuglinum? Meðan að vera að veiða 45% meira og minni í net, þá held ég að laxastofninn í Þjórsá sé ekki alveg komin á gerfuglstíð. Nei.
Nú langar við til að færa aðeins talið að orkuöflun í víðara samhengi og orkuverðinu. Þið eruð með ýmis áform uppi þegar við að gera mikla rannsóknir á vindorkunni, bæði varðandi í Búrfelli og mögulega á uppbyggingu í Blöndu. Nýr forsætisráðherra talaði fyrir því í kosningabaráttuna að auka orkuöflun 5 terawattstundir ári. Ef ég kann að lesa rétt í ykkar reikninga þá framleiðslan hjá ykkur 15 terawattstundir og eru langstærsti framleiðandi raforku í landinu. Er þetta mögulegt? Áratugur mjög fljótur að líða í þessum geira eins og við sjáum og þekkjum. Já, þetta er mjög mögulegt sko. Þetta er samt umtalsvert en þetta er samt mun minna heldur en margir ofta hefur verið talað 20-25 teravattstundir sem að þyrfti að gera jafnvel fyrir 2040 sem ekki hægt. Upp á orkuskiptin. Já, orkuskiptin ef þau næðu að gera það fyrir 2040 sem mun ekki gerast. En þetta við erum núna að fara ef við komumst á stað í Hvammsvirkjun, Búrfellslund, stækkun Sigöldu og stækkun Þeistareykja. Þá erum við að koma með 1,5 til 2 teravattstundir, aðeins eftir hvað við stækkum mikið á Þeistareykjum, sem sko 40% af þessu. Þannig að það er gott innlegg þetta, svo þarf þá að taka við strax eftir að við búum með þetta. Og það er algjörlega möguleikar til þess, sérstaklega, og þetta er kannski líka mikilvægt, þetta þarf meira menn alltaf að vera á Suðurlandinu. Því eftirspurnin öll þar, eða mikið þar, það er nægt framboð á Norðurlandi. En það er mjög mikilvægt að stjórnvöld stíða fram á þá kosti sem á að nota í þetta verkefni fram til 2035. Þeir þurfa allir að vera komnir í undirbúning á þessu ári. Á þessu ári? Þessu ári. Það þarf að vera allt komið nýtingar og rammaáætlunar að því að marga kosti á þarna eftir að fara í umhverfismat og eftir að vinna grunnhönnur, það er eftir skipulag. Þannig að það þarf að liggja fyrir á þessu ári þá kosti sem að eiga að fara þarna inn fyrir 2035. Hvaða kostir eru þetta helstir? Þetta eru náttúrulega ýmsir kostir sem nú þegar er nýtingarflokki en það er samt mikið jarðvarmi hjá öðrum fyrirtækjum en okkur sem að veit ekki alveg hvaða möguleika þeir sjá. En við sjáum þarna fleiri kosti á Þjórsárssvæðinu. Fyrst og fremst á Þjórsárssvæðinu sem við sjáum en svo eitthvað fyrir norðan. En það er líka mikilvægt í mínum huga, það er mikilvægt að við horfum þarna, vissulega er vindurinn ágætt þríðarstoð og við eigum alveg að byrja að nota það, en við eigum hiklaust að horfa fyrst og fremst í nýtingu vatnsafls og jarðvarma sem við höfum haft mjög góða reynslu af og það er mikil stuðningur í samfélaginu við að nýta það. Þannig að við eigum að passa okkur það að það séu góðir kostir í þessu orku, þessu nýttir áfram. Það er mjög góð reynslaði, það er hagkvæmustu kostinir eru þar, en taka síðan vindinn inn sem svona þriðju stoðina og reyna að ná sátt í samfélaginu vindorkuna. Séð bara í öðrum löndum, svo í Noregi, hvað gerist ef við missum tökin á þessu, þá myndast gríðarlega andstæða og þetta stoppar meira með allt. En það er mikil andstæða við vindinn núna og það berast fréttir af allskyns skakkaföllum í sambandi við vindorkuna í Noregi og reyndar víðar. Já. Er þetta ekki algjört feigðarplan fyrir land sem er með næga orku í vatnsafli og jarðvarma? Ég myndi ekki segja feigðarplan, sko, en þetta við eigum að byrja að nota þetta með, þetta hentar líka ákveðnu marki með. En við eigum sko allavega að spyrja okkur spurninguna, ef við þurfum 5 teravattstundir til 2035, þá finnst mér líka að spyrja hvað þurfum mikið til 2045 og þá þurfum við að svara því, segjum að það eru 10 teravattstundir, segjum það, ég er ekki stjórnmálamenn þurfum að ákveða það, þá þurfum við að svara því hvaðan eigum að fá það og þá þurfum við líka að svara að það er ekki best og mest sátt það og er það ekki hagkvæmast fyrir okkur að nýta vatnsafl og jarðvarma eins og við getum og taka síðan eitthvað vind, en ef við ætlum að ýta öllum vatnsafl og jarðvarmakostunum út og taka svo vind sem er bæði óhagkvæmari, flóknara að jafna og meiri ósáttum að það er ekki góð leið. En það spretta núna upp hugmyndir vindorkuver vítt og breytt í Búðardal og upp í Norðurárdal og ég veit ekki hvar menn hafa ekki fundið holt og hæðir til þess að koma þessu upp. Er þetta ekki leiðin þá? Það er stjórnmálamanna að ákveða það, en ég held að við sjáum bara viðbröðin sem verða. Mín skoðun er svo að við eigum að vera með vindorku á fáum stöðum, við eigum að vera með fjarri mannabyggðum og við eigum að vera nálægt núverandi innviðum. Þá held ég að geti myndast ágætt sátt það, en ef að við ætlum að setja þetta svona miklu nábýli við fólk eins og gerist í Noregi, þá held ég að þetta verði mjög erfitt verkefni og mun myndast mikil afstæða. Við mælum mjög viðhorf til mismunandi orkugjafa. Fyrir svona 5 ára síðan þá var vindorkan vinsælust
En við mælum það núna þá eru vatnsaflið og jarðvarminn mun vinsælli með að þjóðarinnar meiri stuðningur heldur en vindurinn og sko góðir kostir í vatnsafli og jarðvarma eru hagkvæmastir. Þar fyrir utan. Það skiptir nefnilega miklu máli. Já. Annars erum við ekki samkeppnisfær. Orkuverðið, það það sem ræður samkeppnishæfninni. Þið hafið gáð upp að það hefði hækkað á síðasta ári, milli árum 5% að raunvirði. Við fáum núna fréttir til dæmis frá grænmetisbændum alveg gríðarlegar orkuverðshækkanir. Ekki einhvern veginn hægt að stilla þetta af þannig að heimilin í landinu og græn matvælaframleiðsla svo dæmis í teki sem að drifum úr öllu kolefnisspori verði ekki fyrir áhrifum af þessum röngu ákvarðanatökum, töfum eða hvað við getum kallað þetta? Sko ég þekki ekki alveg þessar hækkanir af því að við erum ekki í beinu viðskiptasambandi, við getum ekki tjáð með það hvernig hvort það séu að röngum reistar eða hverjar eru, eða hver ástæðan fyrir því ef það eru réttar, ég bara þekki það ekki. En ég held að við höfum lengi kallað eftir því að við þurfum að hafa leikreglur á raforkumarkaðnum, sérstaklega almenna markaðnum, sem að tryggir bæði orkuöryggi og hóflega verðlendingu. Það ætti að vera mjög auðvelt af því að svona almenni markaðurinn hann tilbúinn að borga og þarf líklega að borga heldur meira en stóriðan, hann hefur alltaf borgað miklu meira. Svo stóriðan búinn að hækka og kannski munurinn kannski orðinn dálítið lítill. En ef að almenni markaðurinn tilbúinn að borga segjum bara 20% hærra en stóriðan, þá ætti hann alltaf að geta tryggt sér það. En það er engar leikreglur það. Og svona verð á markaði myndast eiginlega á tvennan hátt. Það annars vegar myndast ef það er svona kaupendamarkaður sem er kannski svo stórnotamarkaðunum að þyrfti að vera líka á hinum markaðunum. Þá ræðst verðið, svo að þá hefur kaupandinn valkost og hann ræðst af því að borga framleiðendunum verði pluss einhverja smá markinu. Það er svona eins og við viljum að markaðurinn virki. Markaður getur líka virkað á annan átt ef þetta verður seljandi markaður. Þá er það sko, hvað get ég hækkað mikið raforkun á þig þangað til þú hættir að kaupa. Og það er því miður fyrir þig, líklega getið tífaldað. Og það er mjög mikilvægt að þessi staða myndast ekki á markaðnum og hún getur auðveldlega myndast ef að stjórnvöld stígi ekki inn og setja leikreglur. Almenningur getur lent í því að borga tífaldara verð? Já, borga mun hærra verð, stjórnvöld myndur líklega að grípa inn eitthvað áður, en við þurfum að setja bara leikreglur þar sem við tryggjum framboð og þetta þurfum að vera með eftir markaðslögmálum en markaðslögmálum þegar að kaupandinn hefur engan valkost að kaupa af öðrum og hann hefur enga valkosti að skipta í aðra vöru, þá hefur seljandi sem geta líka verið milliliðir, sem geta bara keypt vöruna rafmagnið og setið með hana þangað til að þú byrjar að svitna yfir raforkuverð, þú fáir ekki rafmagn og hækka verðið á því. En nú á almenningur í gegnum opinber félög 95% af orkuframleiðslu eða hvað það er. Þannig að þetta ætti að vera lógalagt, en við höfum líka sett lög að þetta sé raforkumarkaður og nú er samkeppniseftirlitið að fara að skoða hann markað mjög mikið sem að bara er besta mál. En þá þurfum við að tryggja það að leikreglurnar þurfum við að skoða því hefðbundið segjum við að bara við höfum ekkert að skipta okkar á markaðnum. Þá bara leitar verkaði, þá trúum við að þetta sé kaupendamarkaður. En ef að markaðurinn er seljendamarkaður sem að er fyrir ýmsar vörur í heiminum sem geta líka myndast með tæknilegri sérstöðu til dæmis eða engalum, þá er á kaupandinn enga vörn og við erum að segja að það þarf að setja varnir og það þarf á að vera þannig að þetta sé markaðslögmál þarf að vera forsöndum raforku kaupandans, ekki á forsöndum milliliða. En er ekki þetta að halda bara heimilunum í landinu fyrir utan að marka og segja þjóðin á þessa orku, það er nú verið að tala um auðlindagjöld á orkuna eins og sjávarútvegina því að þetta sé sameiginlega auðlind okkar, á ekki bara löggjöfin að segja að menn borgi þetta mikið og svo geta fyrirtækin og stóriðan bitist hitt sem er 80% eða 90% af allri orkunni. Ég myndi segja að við ættum að taka allan almenna markaðinn, við ættum að líka taka bara spítalana og skólana og svona millistór fyrirtæki, þetta er bara til dæmis lítill markaður og bara segja að hann borgar alveg markaðsverð, það er að finna markaðsverð til ýmsum leiðum, hann borgar markaðsverð og það þarf að vera góður möguleiki fyrir nýja aðila að komast inn á markaðinn, við þurfum að hugsa hvernig við gerum þetta. En við þurfum bara að tryggja leikreglur sem eru þannig að almenni markaðurinn, sem eru bara heimilin og smærri fyrirtækin hérna á Íslandi, fái örugga raforku og á sanngjörnu verði og það á að vera auðvelt að því þetta er algjörlega fyrirsjáanlega markað. Þetta er svona eins og eitt álver. Það er ekkert flókið að semja raforku kaup fyrir álver. En ef við ætlum að gera þetta á forsöndum millilega, þá er
þetta er markað sem veltur svona 40 milljörðum. Að ef þú ætlar að búa til milliliði sem geta farið að eins og kallað fjármagn að taka snúning á þessu markaði, að þá er mjög auðvelt fyrir þá að græða 20% af þessu 40 milljörðum bara með því að kaupa, að tryggja skort á markaðnum. Og það er bara hlutur sem við eigum ekki að láta að gera, engin ástæða að láta það gerast. Verður menn að gera það núna? Það er verið að skoða, já, bæði fyrrverandi ráðherra var mikið að vinna að þessum málum og nýr ráðherra segir þetta sé mikilvægt, en það er mjög mikilvægt að menn geta ekki gert það ráð fyrir því að orkufyrirtækin munu komast að sameiginlegri niðurstöðu. En eru milliliðirnir að búa til skortinn? Nei, ekki í dag. Þau eru ekki að gera það í dag og við erum það held ég að sé mikið vegna þess hvernig Landsvirkjun er að akta á markaðnum, að tryggja það að orkan sem við erum með þar inn á markað, við erum að tryggja meira framboðinu markaðinn þegar aðrir minnka sitt framboð, en við óttumst það og ítrekka bent á það að þessi staða getur komið upp og þá er þetta líklega okkur kennt það, þráttur að við getum ekkert gert í þessu, en þannig er kannski eins og með hinlögin sem að tala vatnalögin og vatnvirkjum, þannig var bara innleidd löggjöf frá Evrópusambandinu og verið að horfa á markaðsfyrirkomulag sem fyrir allt annars konar raforkukerfi til þess að tryggja stuðla orkuskiptum og þess að og stuðla viðskiptum á milli landa og auka hagkvæmni og þess að við erum ótengd, við erum með 100% til orku, þannig að við þurfum annað fyrirkomulag sem á að vera markaðsdrifið, en það á að vera forsendum raforkukaupenda, ekki forsendum milliliða eða raforkuframleiðanda. Því ef það er forsendum okkar þá það er hægt að græða svo mikið á almenningi að það er eiginlega bara alveg út í hött. Eitt mál, kannski út í hött líka, ég velti því fyrir mér, þessi umræða auðlindagjöld á orkuframleiðsluna. Nú er orkuframleiðslan 95%, segja hvað það er gríðarlega hátt hlut, nánast öll orkuframleiðslan í eigu eins og opinbera með einum öðrum hætti. Það að tala auðlindagjöld á þessa orkuframleiðslu, eru menn ekki að tala bara að færa peningin úr einu vas í annan. Það myndi bara koma niður á arðgreiðslu möguleikum. Jú, en það er líka þarna mikilvægt að gera sér grein fyrir því að orkuauðlindin er ekki í eigu þjóðarinnar. Það er ekki þannig. Orkuauðlindin er í eigu landeigandans. Og landeigandinn hefur mjög ríka rétt og svo aftur á móti opinber aðilar sérstaklega þjóðlendulögin eigendur á stóru landsvæðum og þannig eignast þær auðlindaréttin og svo var Einar Ben á síðustu öld tryggði sér mikið af réttindum sem fóru síðan yfir til ríkisins. En í grunninn er þetta einkaréttarleg eign. Þannig að það henta, ef menn vilja, ég held að menn ekki að fara þá leið að ef að þjóðin vil eitthvað ná auðlindarentu þá sé óskynsamlegt að gera það gegnum eignarhaldið. En það er að gera gegnum eignarhaldi á fyrirtækjum, en það er líka þátt að gera það bara með orkusköttum ef aðilega vilja. Og nú er til dæmis nærsamfélaginu að gera tilkall sem að við höfum alveg skilning á til meiri jákvæðra afleiðinga og það er kannski sérstaklega að þessi sanngjarnari skipting eins og til dæmis í Hvammsvirkjun þá fær Rangárþing Ytrá háar upp ára hverju ári 80-100 milljónir í fasteignagjöld en Skeið og Gnúpverjar fær ekki neitt. Og það er ósanngjarnt. Miklu breiðari stuðning í Rangárþingi. Þetta er bara ósanngjarnt. Þetta er ósanngjarnt og það þarf að breyta þessu og tryggja meiri ávinning þó að ávinningur sé nú þegar mikill og þá held ég að einhvers konar skattheimtuleið er skynsamleg leið þó að það með ekki fari af því að þetta fer síðan allt út í raforkuverði og við eigum bara, það er krefjandi fyrir okkar að vera samkeppnishæf á þessum alþjóðlega markaði sem við störfum. Það er hlutur sem er mjög villandi umræðum á Íslandi að halda að það sé bara endalaus eftirspurn eftir orku á Íslandi. Það er algjörlega háð verðinu. Og verðið hér er ekki úr korti lágt eins og sem vilja halda? Nei, við erum búin að senda sérstaklega í ákomu Landsvirkjunar, við erum búin að endursemja við flest allar okkar viðskiptavina, þeir eru að borga bara sambarlegt og annars staðar, það við eigum að stefna því, en það er bara, svo eru bara mikla niðurgreiðslur oft annars staðar. Þannig að við þurfum að tryggja samkeppni í hæfni okkar að því að við erum að selja svokallaða strandað orku og það er bara mjög bara flókins og það er bara töff eins og við segjum að selja þessu orku. Það er bara ekki auðvelt og við þurfum að halda vel á okkar spöðum, við þurfum að tryggja samkeppnishæfni okkar og við þurfum, og lykilatriði þar að við förum í hagkvæma virkjanakosti. Lykilatriði það sem er algjörlega vantað í umræðunni rammaáætlun að það þurfa að virkja hagkvæma virkjanakostur og hagkvæma virkjanakostur á Íslandi eru vatnsafl, jarðvarmi og vindur á landi og hagkvæmum stöðum. Allt tal sólarorku, vind á hafi, sjávarfallavirkjanir,
verður ekki framkvæmanlegt og verður líklega aldrei samkeppnishæft, það bara þessar aðstæðar á landi. Við verðum aldrei samkeppnishæfi í sólarorku, það ákveðin ástæða fyrir því. Já. Það bara 50% minni nýtni sólarorkusella hér heldur en í Evrópu. Það þarf ekki annað en að líta út úr gluggann til að skilja það. Já, þetta svona, við megum ekki missa umræðu, það er sólarorka til næmis á sumarbústöðum, svona remote getur alveg ég er svona til þess að þjónusta þennan almenna markað. Það er ekki, við verðum að horfa á hagkvæmnina og verðum að gera þetta hagkvæmt til þess að vera samkeppnisháð, þá er þetta bara einhver styrkasta stoð í íslenska efnahagskerfinu. Þetta bara súrefni atvinnugreinar framtíðarinnar. Þakka kærlega fyrir komuna, Hörður, upplýsandi samtal að venju. Takk. Það voru ekki meira á vettvangi spursmála þessa vikuna. Ég óska ykkur enn á ný gleðilegs þorra og vonaði gangið hægt gleðina dyr á komandi þorrablótum vítt og breyttu landið. Hlakka til að sjá ykkur hér í næstu viku. Þá stefnum við á að vera með Hönnu Katrínu Friðriksson, ráðherra í ríkisstjórn Íslands, sá fyrsti í hinni nýju stjórn sem kemur á þennan vettvang. Fylgist þið með.